Þá komið að 15 lið á dagskrá og það skýrsla bæjarstjóra til málstöku bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það kom ekki alls í mannskapin. Hér kemur það helst á mínum störfum frá því við komum síðan saman á bæjarstjórnarfundinum í Hrísey sem tókst með mikilli prýði og vil ég aftur þakka fyrir einstaklega höfðinglegar móttökur í Hrísey og ásvon ef þú kemur þökkum til skila til Eyjaskeggja, þetta var alveg frábært. Heyrðu, það nú svona ýmislegt sem búið að vera í gangi. Ég tek þátt í vinnustofu á vegum Eims, þar sem fjallað var orkuskipti og í sömu viku var annars vegar velheppnaður fundur í Hofi skipulagsmál, þar sem var fullt út úr dyrum og mjög góðu fundur í alla staði, þar sem skipulagsstjóri og formaður skipulagsráðs fóru yfir hvað í gangi þessar mundir í skipulagsmálum og svo voru fyrirspurnir og spjalli í kjölfar fundar og þetta var bara mjög skemmtilegt. Svo var skemmtileg opnunarhátíð kvikmyndahátíðarinnar Fantastic Film Festival og setti í hátíðina þetta eru svona hryllingsstuttmyndir, mjög áhugavert. Nú mánudag og þriðjudag 4. og 5. nóvember voru kynningarfundir vegna eigendastefnu Akureyrarbæjar þar sem ég og Helga Hlín Hákonardóttir lögfræðingur hjá Strategíu sem hefur verið að vinna þetta með okkur kynntum drög fyrir hagaðilum og gengur þessi fundir vel og nú heldur vinnan bara áfram. Nú þá var ánægjulegt að undirrita samning við Svalbarðsstrandarhrepp rekstur almenningsbókasafn, enda eðlilegt að það sé greitt fyrir þá þjónustu og það hafi verið allnokkrir fundir vegna byggingar hjúkrunarheimilisins en þar auðvitað mörg að huga sem við viljum að rísi í Þursaholti. Nú ég tók hér í Ráðhúsinu á móti Klöru Gansland, nýjum sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi og sótti saman dag móttöku sem hún hélt í listasafninu í tilefni af því að í ár eru 30 ár síðan EES-samningurinn var lögfestur hér á Íslandi. Og viðburðurinn var hluti af Boreal vídeódansháttíðinni 2024 sem var styrkt af sendinefnd Evrópusambandsins og var þessi dansháttíð með fókus á Evrópu og öll verkin evrópsk. Nú, í síðustu viku satt ég mjög áhugaverðan fund hjá SAK, upp á SAK á vegum Veltek, velferðartækniklasin, heilbrigðis- og velferðarþjónustu í dreifðari byggðum og var kastljósinu beint að því hvar tækifærin liggja. Þessi klasi hefur verið starfandi frá árinu 2021 og meðal annars stuttu verkefni sem unnin hafa verið í samstarfi við Fjallabyggð, Heilbrigðisstofnun Norðurlands og SSNE og þarna var meðal annars sagt frá því hvernig hefur gengið með verkefni í Fjallabyggð sem kallast Hátindur 60+ og í framhaldinu var rætt hver séu möguleg yfirfærslugildi verkefnisins til annarra sveitarfélaga og stofnana. Nú í lok síðustu viku þá þurfti þá lét Veðurstofan vita en það þyrfti að mögulega fara í gúmmístígvélin og gera ráðstafanir vegna þess að það var útlit fyrir að yrði mikill veðurofsi hér á föstudaginn og flóðahætta sem betur fer gekk það ekki eftir eins og spár voru en við vorum sannarlega við öllu búin og töluvert betur búin en síðast. Og í gær var glæsileg ráðstefna millilandaflug til Akureyrar á vegum Markaðsstofu Norðurlands, flug til framtíðar og ég ætla að leyfa mér að hrósa Markaðsstofunni fyrir þessa frábæru ráðstefnu. Þar var meðal annars tilkynnt framlengingu á flugi EasyJet 2 mánuði, þannig að það mun vera frá október og út apríl. Þá var einnig undirritaður samningur við áframhaldandi samningur við Markaðsstofuna og Austurbrú af Lilju Alfreðsdóttur sem framlengir stuðning flugþróunarsjóðs við millilandaflug til Akureyrar og Egilsstaða og þetta ákaflega gleðilegt að þessi undirritun hafi verið af þessu tilefni. Þannig að ég vil bara þakka góðan stuðning við þetta verkefni frá viðskiptaráðherra og áhuga hennar á því að styðja við flugið hér. En við sáum líka að það mættu fleiri huga að því að byggja upp varðandi flugi þegar
flugvél sem átti að lenda frá Manchester varð frá að hverfa að fljúga til Keflavíkur. Mér skilst nú að hún sé nú sjálfsagt að lenda í þessum töluðu orðum, en okkur vantar lítinn hugbúnað við flugleiðsöguna hér á Akureyrar flugvelli til þess að geta tekið á móti vélum í hvaða veðrum sem eða nánast hvaða veðrum og skyggni sem Þannig að ég held að það sé rétt að skora á Isavia að klára þá vinnu sem allra fyrst, þannig að gestir okkar þurfu ekki að búa við þessa óvissu. Ég læt þetta að vera lokaorðin. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sinni. Dagskráin tæmd. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 25. og 31. október og 8. nóvember. Bæjar á 31. október og 7. og 14. nóvember. Fræðslu og lýðheilsuráð 23. október. Skipulagsráð 13. nóvember. Umhverfis- og mannvirkjaráð 15. nóvember. Allar þessar fundargerðir er að nálgast á heimasíðu bæjarins. Og ég segi þá fundi slitið 14 mínútur yfir 4. Takk fyrir góðan fund.